Já, hér ætla ég að fara við transistorás sem rofa. Þessi hlutur hér er transistorinn, þetta er í-hlutur með 3 vírum út úr, með 3 skautum, baseinn, kollektorinn, emitterinn og plúsun hérna uppi, hann fer hér inn í kollektorinn og hérna niður emitterinn. Baseinn, hann er hins vegar, hann stýrir í hver mikið stöfur fer það niður og pera hér, hún dregur 60 milliampere við, það er að segja, hún væri bara hérna, hún væri bara, hér væri bara pluss 12 volt hérna, hér er pera og hér er 0 volt, hér er bara rafhlaða milli eða spenningjafi, hérna, pluss 12 volt, þá er straumurinn hér inn í 60 milliampere og spennan hérna yfir hann er þá 12 volt. Þannig að við ætlum að láta transistorinn leiða jafn mikið og hann getur. Straumtakmörkunin er þá bara 60 milliampere út af perunni. Nú, við þurfum að vita hvað transistorinn magnar mikið, hvað er HFE-ið. Við gefum okkur að HFE-ið sé jafnt og 100. Og þetta er jafnt og straumur í kollektor deilt með straum í base. Þetta hlutfall. Ef við vitum að IC, það er 60 milliampere. Þannig að við deilum bara 100 upp í 60 og þá fáum við strauminn hér í baseinn. Og þá er það jafnt og hérna IB, þetta hér bara í burt, þetta hér er bara spenningjafinn, pluss uppi 12 volt og 0 hérna niðri. Þannig bara frá. Við reikna IB hérna. IB er jafnt og IC er jafnt og IC deilt með HFE er jafnt og 60 milliampere deilt með 100 jafnt og 0,6 milliampere. Og þá vitum við að straumurinn hér inn er 0,6 milliampere. Svona. Það er að segja, verkefni er að finna stærðina á R1. Og þá þurfum við að vita strauminn í gegnum R1 og hann er þá svo sami hér, 0,6 milliampere, straumur hér og hér. Raðtengdarás, alltaf sami straumur í einu allstaðar. Nú, það er þannig að spennan milli base og emitter er alltaf 0,7 volt. Við bara gefum okkur það í þessum dæmum sem við erum að reikna. Það sé alltaf 0,7 volt á milli base og emitter. Þannig að spenna hér á milli, þess að hér yfir þetta viðnám, er þá 11,3 volt. Þess að spenna hér pluss spennan hér eru 12 volt. Rásinn er í raun svona, hérna höfum við inn í baseinn, þetta er baseinn, og hann fer hér inn í base emitter díóðuna og bara til jarðar hérna, svona, og svo er þetta viðnám hér, hérna, og hér er 12 voltinn, hérna, pluss 12 volt. Þetta er þessi rás sem er hér. Spennan hérna hér í baseinn, hér í emitterinn og spennan hér yfir er 0,7 volt og þá vitum við að hérna eru þá 11,3 volt. Af því að þessar spennur samanlagðar, þessi spennuföll samanlögð eru 12 volt og hér eru þá 11,3 volt. Þetta hér er þessi rás sem er hér. Hér eru bara díóða, baseinn til díóða, hann er hér á helli, 0,7 volt yfir hana. Ok? Þannig að R1, það var ekki flókið. R1 er jafnt og U deilt með I. Þið munið hérna þríhyrninginn, U, I sinnum R hérna, þríhyrningu hérna. Þið munið bara vaffið eða U er upp á strikinu og svo I og R undir. Ég ætla að finna einn af þessum stöfum, setja þið hendin yfir hans staf og setja hendin yfir R-ið. Þá stendur formúlan eftir. R er jafnt og straumur deilt í spennu. R er jafnt og deilt í spennu. Og spennan 11,3 volt yfir viðnámið, 11,3 volt og straumurinn er 0,6 milliampere. Nú ætlum ég að skrifa þetta í amperum. 0,0006 ampere. Við ætlum að fljóta í milliamperum, þá er þetta 0,6 sinnum 10 í veldinu mínus 3. Og reiknið vilja það myndum við gera 0,6 sinnum 10 í veldinu mínus 3. Út af þessu fá okkur að tölu, og sjá,
11,3 deilt með 0,0006 18.833 18.833 ohm. Við myndum segja bara hérna cirka 18,8 kiloohm. Þetta svarið. Til að finna stærðina á R1 þá tökum við strauminn sem við finnum í kollektor, deilum mögnuninni sem magnar upp með það að ef það kemur 1 milliampere hér inn, þá eru 100 hér, það mögnunin í honum, og mögnunin er 100, þannig að ef hér eru 60 milliampere, þá eru 100 sem minni straumur hér, sem er 0,06 milliampere, og við munum að spennan hérna, blúspennan hér er 12 volt, þannig að spennan hér er 0,7 volt, hér er 11,3 volt, og þá vitum við spennulegð innan við, vitum strauminn í gegnum það, hér eru 0,6 milliampere líka, hér niður, og þá er innan við R1 þetta hérna, þeirri straumum upp í spennuna og fáið út í ómum. Í praxís, þá myndum við að fá aðeins meiri strauminn inn, 2 meiri straum, svo hann leiðir örugglega alveg í botni. Það spennan yfir að sé kannski 0,eitthvað volt. Þannig að þetta er svona stærðin á R1 sem er svo að ná þessum 60 milliamperum, en ef þið verður að gera þetta í raunheimum þá myndum við setja hérna helmingi minna við inn á, segjum svona 9 eða 10 K, svo þið fáið örugglega allt í botni. En það er nú annað mál. Sem sagt, þetta er ROA.